Raindrops keep falling on my head. And just like the guy who's feeling Samsung framleiðir vatnseld snjalltæki fyrir þig og þína sem þola íslenskt veðurfar. Kynntu þér málið á samsungmobile.is. Komið heil og sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 10. júlí. Í upphafi þessara viku efndu ný samtök Áfram Ísland til stórs fundar við Austurvöll, nánar tiltekið á NASA. Þar mættu tæplega 1000 manns til leiks til þess að hefja baráttuna gegn mögulegri aðild Íslands að Evrópusambandinu. Þetta var forvitnilegu fundur sem ég fylgdist með í streymi erlendis frá, en þar flutti herra Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands, langa og mikla ræðu og þar kenndi ýmissa grasa. Hefur margt af því sem þar kom fram farið fyrir brjóstið á fólki sem að styður aðild Íslands að Evrópusambandinu og ætla ég ekki að gera það sérstaklega umræðuefni. En mér langar til að spila hérna fyrir ykkur lítinn bút sem að mér þótti einkar áhugaverður. Þannig að mantrað það að Evru Ísland óskar landið hvenær kemur þú? Muni færa okkur gull og græna skóga einhver mesta villukenning sem hægt að setja fram út frá hagfræðilegu sjónarmiði. Þarna var Ólafur Ragnar ekki að tala út í loftið. Hann var reyndar að vísa í magnað atómkvæði Jóhannesar úr Kötlum sem hefst á orðunum Sovjet Ísland, óskalandið, hvenær kemur þú? Það ljóð sem að birt var í blaðinu Sovjetvinurinn árið 1935, en þar sá Jóhannes úr Kötlum fyrir sér framtíð Íslands, bjarta og gulli stráða innan Sovjetríkjana, undir járnhæl Stalins. Ólafur Ragnar með þessum orðum auðvitað að fara þungt í umræðuna mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Erum við kannski að feta sama veg og fólkið sem að vildi koma okkur undir Sovjetríkin á sínum tíma? Það ekki víst að Ólafur hafi verið að meina þetta í eiginlegri merkingu orðsins, en athyglisverð vísunin þrátt fyrir það. Og af Evrópumálunum. Fyrir í vikunni hefur Morgunblaðið verið að flytja fréttir af því hvaða augum aðrar þjóðir, Evrópusambandsþjóðir, líta mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Upplýst var hvernig forsætisráðherra Hollands, sem eitt af meginríkjum sambandsins, hefði brugðist við þegar hann var spurður hvort að Ísland gæti fengið undanþágu frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Svarið var augljóst. Ísland mun ekki fá slíka undanþágu frekar en önnur ríki. Og við sjáum svipuð viðbrögð frá fleiri ríkjum, meðal annars frá umhverfisráðherra Dana sem að fjallað á forsíðu Morgunblaðsins í dag. Við höfum líka séð hvernig Evrópuþingmenn Íra hafa talað þetta mál. Og þar verður að halda því til haga. Og það verður ekki samninganefnd Íslands eða samninganefnd Evrópusambandsins sem ákvarðar það hvort að Ísland fái undanþágu þessu tagi. Það eru aðildarríkin. Þau þurfa hvert og eitt, 27 talsins, að samþykkja það fyrir sinn part að Ísland fái undanþágu. Miðað við það sem við sjáum frá Hollandi, frá Danmörku og Írlandi og reyndar úr gögnum frá Bundestag, þýska þinginu frá því viðræðunum 2009 til 2012 að þessi undanþága mun ekki fást. Málið því sjálfdautt nema að íslensk stjórnvöld séu tilbúin til að leggja út í þann leiðangur að fela Evrópusambandinu og embættismönnum þess fulla stjórn á íslenskum sjávarútvegi og mögulega öðrum auðlindum. Það ekkert smámál og það væri auðvitað áhugavert að geta tekið þá umræðu efnislega við utanríkisráðherrann. Hún brást hins vegar mjög illa við þessum fréttaflutningi þegar að almenningur í Íslandi var upplýstur það hvað forsætisráðherrann í Hollandi hefði sagt. Hún ákvað í stað þess að svara því efnislega ráðast á Morgunblaðið, gera lítið úr því og hún talar að hér sé áróður rekinn sem ekkert skylt við málefnalega umræðu. Þetta ömurlegt og ljótt af ráðherranum, enda hefur blaðið og blaðamenn þess lagt sig í líma við að halda almenningi upplýstum ólíkt því sem ríkisstjórnin hefur gert. Þetta ekki fyrsta sinn sem Þorgerður Katrín bregst með svipuðum hætti eða þessum hætti við ummælum og varnaðarorðum sem höfður uppi. Mér langar til að spila fyrir ykkur hér frétt frá árinu 2008, nánar tiltekið 25. júlí. Þá var Þorgerður Katrín starfandi forsætisráðherra í fjarveru Geirs H. Haarde og sjáum við hvernig hún brást við í því máli.
Starfandi forsætisráðherra segir ummæli sérfræðings Merrill Lynch frá því í gær makalaus. Sérfræðingurinn hélt því fram að með aðgerðarleysi sínu keyrðu stjórnvöld íslensku bankana í þrot með það augnamiði að taka þá svo aftur í sína eigu. Í fréttum okkar í gærkvöld gerði Richard Thomas, sérfræðingur hjá greiningadeild fjárfestingabankans Merrill Lynch, hátt skuldatryggingaálag íslensku bankana að umtalsefni sínu. Skuldatryggingaálag Glitnis og Kaupþings nú yfir 1000 stig en álag Landsbankans töluvert lægra. Hátt álag gæfi til kynna að markaðurinn teldi bankana ekki geta greitt skuldir sínar. Thomas sagði íslensk stjórnvöld hafa nú með aðgerðarleysi sínu samt út þau skilaboð að þau vilji helst keyra bankana í þrot og taka þá svo til sín aftur. Starfandi forsætisráðherra vísar þessum ummælum alfarið á bug. Ég eiginlega alveg undraðið. Mér finnst þetta makalaus umræðli og hjá svona virtum fjárfestingabanka og það hvarflaði að mér tíma hvaða annarlegu sjónarmið búa þarna að baki því að þetta á ekki við nein rök að styðjast og ég spyr líka sem menntamálaráðherra þar að þessi maður ekki á endurmenntun að halda. Þetta voru sannarlega makalaus ummæli því að rúmum 2 mánuðum síðar féllu bankarnir með brauki og bramli og við þekkjum allan eftirleikinn. Og talandi auðvaldið sem að Þorgerður Katrín og hennar fólki tíðrætt Á þessum tíma hafði Þorgerður Katrín og eiginmaður hennar milljarða hagsmuna af Kaupþingi, einu þeirra banka sem að loku féllu. Hún barðist á hæl og hnakka fyrir því að ef að ríkisstjórnin myndi bregðast við og bjarga einum banka þá hlyti það vera Kaupþing. Það hafa embættismenn sem voru á vettvangi staðfest við mig oftar en einu sinni og oftar en tvisvar í samtölum á umliðnum árum. Og talandi utanríkisráðherrann og efnislega umræðu mögulega aðild Íslands að Evrópusambandinu. Mér var bent á athyglisvert viðtal við hana í Bítun á Bylgjunni í morgun og þar hringdi inn einhver hlustandi og spurði hana út í það af hverju hún mætir ekki hingað á vettvang spursmála. Hlustið á þetta. Af hverju mætir ekki til Stefáns Einars? Já, ég hef bara ekki fundið tíma fyrir það ennþá og ég hef svarað hann alltaf þegar hann hefur spurt og það er spurning alltaf um forgangsröð og ég ber virðingu fyrir honum, við vitum öll hvar hann stendur og það er bara fínt. Ég hef ekkert frekar það að segja heldur en að ég, eins og hér, ég mæti yfirlagi vitt og ég fljóta að taka síman hjá fjölmiðlafólki og hef gaman af því en Stefán Einar, þetta nú kannski líka einhver leiti stríni að draga þetta aðeins, en ég hef oft mætt hjá Stefán Einar og gera það bara fyrir síðustu kosningar og það sem að hann með skemmtilegur og krefjandi spurning líka á endanum hversu upplýsandi það þegar viðmælandinn bara með sína sterku skoðanir hvað verið að draga fram. Já, þetta það spurning hversu gefandi það að fá krefjandi spurningar þar sem þú þarft að hafa fyrir því að rökstyðja málið þitt. En það eitt vandamál við þetta viðtal Þorgerðar í morgun. Þar segir hún blákalt ósatt. Hún fullyrðir að hún svari mér alltaf þegar að ég kalli eftir því hvort hún geti komið í þáttinn. Ég senda hana síðast fyrirspurn 18. maí með ídrekun 29. júní þar sem ég óskaði eftir viðtal við hana. Lögum samkvæmt þarf hún að svara mér innan 2 vikna. Það eru lög í landinu sem að skylda stjórnvöld til þess. En hvenær svaraði Þorgerður Katrín? Það var rétt fyrir klukkan 11 í morgun. Það var eftir hún fór í þetta viðtal þegar hún hafði áttað sig á því að hún hafði farið með rangt mál. Þetta er ekki gott, en þá stendur boðið. Þorgerður meir en velkomin hingað í settið, en í svarinu sem að kom í morgun sagðist hún ekki hafa tíma til þess að koma og ræða þessi mál við mig. Það er spurning hvort það verði fyrir 29. ágúst og svo verður þá aftur spurningu það hvort það verði ástæða til að kalla utanríkisráðherrann, hana eða einhvern annan hingað í þáttinn til að ræða úrslit eða kosningana 29. ágúst. Við höldum áfram með þáttinn. Hér eftir skamma stund ætla að koma til mín að ræða fréttir vikunar. Það er Ragnar Sigurðsson sem er formaður bæjarráðs Fjarðabyggðar á Austurlandi og Ásmundur Friðriksson, fyrrverandi bæjarstjóri, alþingismaður og rithöfundur með meiru. Það er af ýmsu að taka. Í lok þáttarins kemur svo Björn Sóvega, forstjóri King Faisal sjúkrahússins í Sádi-Arabíu til mín. Hann ætlar að ræða við mig Evrópusambandið og afstöðu sína til þess. Hann fjallaði það reyndar á fundinum hjá Áfram Íslandi í upphafi vikunnar og ég tel ástæðu til að rekja frekar úr honum gatnina hvað það varðar. Áður en að því kemur ætlum við að fara yfir það hvernig pólitíkin litar samfélagsmiðlana liðina viku. Þar kennir ýmissa grasa, jafnvel þó að þingið sé farið í frí. Fylgist þið með. Samsung kynnir nýjan Galaxy S26 Ultra. Meira frelsi, meira næði. Can you do this? Kynnt við málið á samsungmobile.is.
Landsins mesta úrval af Hoka hlaupaskóm. Sportís, Skeifunni 11. Mannvirki, byggingar og hallir. Hvað sem þú vilt byggja, þá framleiðum við byggingarefni framtíðarinnar. Limtré Vírnet. Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520 51 00. Renault Scenic. Sjáðu heiminn. Já, komið öll sæl og blessuð. Voruð þið nokkuð búin að sakna mín? Nei, ég hefði sko ekki saknað mín heldur. En það hefur aldeilis margt og mikið gengið á síðustu daga og vikur. Alþingi fór í sumarfrí eftir 131 þingfund sem stóð yfir í 844 klukkustundir samanlagt. Segið þið svo að stjórnmálafólki okkar sé ekkert að vinna. Íslenskasti Íslendingurinn lét draum sinn að vera dagskrárgerðarkona verða að veruleika á dögunum en Halla Hrund nýjasta vefsjónvarpsstjarna okkar Íslendinga. Woohoo! Örþættirnir hennar, það sem ég elska við Ísland, já með Höllu sjálfri í fararbroddi, hafa litið dagsins ljós og þið bara verðið öllsumul að horfa. Eitt af því sem ég elska við Ísland vináttan okkar við margar ólíkar þjóðir. Vonandi bætir það bara við einhverjum heilasellum við heilabúið á okkur. Þó að ég eigi nú ekki von á því. Tóka Gunn hefur líka verið eitthvað að möndla við Mike og þykjast verið einhver fréttakona eða eitthvað, takandi viðtöl við mann og annan. Já, hún kannski eitthvað að þreifa fyrir sér og reyna svona að finna hvar styrkleikarnir liggja. Ef hún skildi nú þurfa að vera bara algjörlega nauðbeygð til þess að taka pokann sinn eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. En ætlar að taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslunni í ágúst? Já. En í vikunni fór Tóka líka til Tyrklands með Kristrúnu til að hitta Trump og einhverja fleiri svona spaða. Þær klikkuðu sko ekki á því að óska Bandaríkjunum til hamingju með 250 ára sjálfstæðisafmælið og ef maður vissi ekki betur, þá myndi maður bara halda að Kristrún væri innfæddur kani. Í alvöru, þvílíkur hreimur. Heyriði? We've shared numerous monumental moments during our friendship over the years. We will forever be grateful for U.S. support in 1944. Vá! Já, Trump hefur sennilega bara verið mjög hrifinn af þessu enda snér hann sér að Kristrúnu þegar þau hittist þarna á leiðtogafundunum í Tyrklandi og hún bara alveg, já, komdu sæll og blessaður og fór gjörsamleg í hnút. Nei, ég segi nú svona, en þetta ekki allt sko. Því að svo fekk hún skambissu frá gestgjafanum Erdogan, Tyrklands forseta. Í alvöru, hún fekk skambissu í gjöf frá Tyrklands forseta. Litla statementið, já, komdu sæll og blessaður, ég hélt hún myndi fríka, Hanna Kata nýtti tækifærið og uppfærði opnumynd sína á Facebook á dögunum og varð þessi líka með eindæmum jákvæða gervigreindamynd fyrir valinu. En smart. Austurlenski konfektmólinn Jenny Kennir fór á kostum í vikunni eins og allar aðrar vikur reyndar. Hann hefur komist að þeirri niðurstöðu að það mjög kostnaðarsamt fyrir íslenska þjóð að fá að kíkja í ESB-pakkan sem allir að tala Þannig að það kostar að kíkja í pakkan og það kostar vissulega milljarðatugi að ganga í Evrópusambandið. What? Dagur B. Eggertsson himself var viðstaddur réttarhaldi við vini sínum, borgarstjóra Istanbúl, í vikunni þar sem að andrúmslofti var víst alveg rafmagnað og það útskýrir kannski bara hvað hann var eitthvað laus í sér, elsku kallinn. Æ, hvað að sjá Dag? Ég meina, hverju höfum við að tapa? Dagga Konna í miklu stuði þessa dagana, hún ekkert eðlilega jákvæð þessi elska. Nei eða já, nú eða þá, af eða á eða hvað eigum við að gera? Já, hún spyr bara... Ég meina, hverju höfum við að tapa? Og hvað er það versta sem getur gerst ef við segjum já í ágúst? Ég veit það ekki, maður þarf svo sem ekki að vera einhver geimvísindamaður til að svara því. En já, leið mér aðeins að hugsa. Fullveldinu.
Komið sæl að nýju. Þetta var góð samantekt sanna sagna. Nú ætlum við að fara yfir fréttir vikunar með tveimur góðum mönnum sem að koma á ólíkum áttum, þar að segja ólíkum svæðum á Íslandi. Það er Ásmundur Friðriksson, fyrrverandi bæjarstjóri og alþingismaður og rithöfundur og margt fleira, og Ragnar Sigurðsson sem er formaður bæjarráðs í Fjarðabyggð fyrir austan. Við ætlum að fara hér yfir ýmsar fréttir vikunar. Komið sælir. Heill og sæl. Góðan daginn. Ég hnippi í þig Ási vegna þess að ég veit að það stendur mikið til á vettvangi sem okkur þykir báðum væntum. Já, það er skuldum eins og miðvikudaginn. Já. 18. skiptið, held ég. Já. Þetta er fjáröflunar viðburður. Já, við höfum núna alla hennan tíma hist á sem næst Þorláksmessu á sumri sem er 20. júlí. Já. Og þar koma svona tæplega 500 manns, borður saman skuttu og saltfisk og plokkfisk og meðlæti og látum aðganginn renna til góðra málefna. Og svo eru nú fyrirtæki sem styrkja okkur líka og hafa gert gegnum árin, Icelandair og Brim og núna Örn, stóra fyrirtæki sem hefur miklu uppbyggingu við Reykjanesbæ. Gagnaverið. Gagnaverið, við getum talað það hérna líka. Hvernig virkar þetta? Veljið eitt málefni ári hverju eða fleiri? Nei, við styrkjum marga. Og við erum meira kannski að styrkja núna fólk sem lendir svona óvæntum veikindum, svona fótólum er kippt undan lífinu og það leita til okkar. Við erum búin að vera lengi í þessu og við erum svona barómetri á það hvernig svona ástandið er svolítið í samfélaginu. Við verðum það svona ósjálfrátt. Þannig að fjármununum þið beinið þeim í þær áttir sem þörf er á hverjum tíma? Já, og við finnum hvernig eftirspurnin eftir er meira og minni. Já. Það er svolítið minna núna, það gengur vel. Já. Fólki líður vel. Ég fór í kirkjunni í Keflavík, ég geri það alltaf. Ég er náttúrulega í góðu sambandi við þau, en það er svona þeirra tilfinning líka. Já. Að það sé svona jafn betri, umhverfið sé jafn betra og það er auðvitað ánægilegt. En alltaf þörf, þetta er 18. skiptið, þið voruð félagar sem byrjuðu á þessu og reyndu væntanlega blind í sjóinn að vera að draga fólki að borða skötu á sumri. Það er svona ekki kannski það fyrsta sem maður hugsar þegar það kemst í 2 gráður. Já, 2 staftölu meina ég. Nei, þetta er blessuð minning hans að hann var náttúrulega mikill eldhugi og keyrði þetta áfram með mér og það er einmitt akkord þessum stundum sem ég sakna hans. Theodórs Guðbergssonar. Theodórs Guðbergssonar. Guðbergssonar. Guðbergs. Var náttúrulega algjör snillingur og við náðum ofsalega vel saman í þessu verkefni. Fiskverkandi. Já, fiskverkandi. Hann var bara gamall sjómaður líka og dugnaðarfólkur. Þekkti þetta bara algjörlega og allar fjölskylda. Borðað þú skötu á sumri? Já. Ég hef nú ekki borðað hann á sumrin, en ég borða skötu á Þorláksmessu. Og þetta voru að prófa það samt? Ég verð að prófa. Mér finnst þetta, já, ég er alveg rétt, mann er dettur nú ekki í hug skata svona yfir sumarmánuðina, en ég hugsa þetta sé hressileg tilbreyting svona frá grillkjötinu að detta í góða skötu. Já, frábær hugmynd. Ég borða hangikjöt og uppstúf einu svona á sumri. Og þetta er held ég svipuð tilfinning. Það er nánast þess að setja að gera eitthvað sem þú mátt ekki gera. Þú gleymir því aldrei. Nei, það er, maður sækir í þetta. Þið er líka með ræðumann, maður bara svitnur á efri vörunni við tilhugsun að skata og Inga Sæland allt í bland. Já, ég held að það sé bara gaman að því að fá ráðherra til að tala við okkur núna. Já. Og Inga er bara frábær kona og hún kemur að það fyrst og fremst sem einstaklingur til að tala við okkur og láta gott að sér leið að syngja kannski með okkur og segja eitthvað skemmtilegt og hún kann það. Við vorum saman í þinginu við Inga í mörg ár og við vorum ekki alltaf sammála. Hún tók alveg í raskat á með það sko. En hún er líka tilbúin í svona lagað, og þetta brennur fyrir þeim málflokki þar að segja stuðningi við þá sem minnst mega sín og hún er á þingi út af það. Já, hún er bara alveg frábær í því sko og þó að við hefum ekki verið saman flokki og ekki alltaf sammála þá erum við í sama flokki þegar við mætum í skötumessuna. Það er bara þannig. Það er búið. Þetta verður gott. Ég bið fyrir góða kveðju til hennar. Já, ég skal skila því. Þú skila því til hennar frá mér. En Ragnar, það er alltaf gott að fá því í heimsókn. Ég veit að það hefur verið mikill aðgangur fyrir austan í tengslum við loðnuvertíð og annað. Það er ekki bara gott hljóð í mönnum þar? Jú, það er bara uppgangur. Við
Við erum núna að áforma stækkun á Mjóararhöfn til þess að anna bara áframhaldandi uppbygging og eftirspurn og við erum svona hér fyrir sunnan núna þessa dagana og erum að koma reglulega og kynna þessi uppbyggingar áform okkar. Mjóararhöfnin til útskýringar. Það Mjóararhöfnin, 9 milljarða uppbygging, þetta verður lengsti samfelldi hafnarkantur landsins. Þetta höfnin fyrir neðan álverið í Reyðarfirði? Já, þetta okkar útflutningshöfn. Já, og verður þá einn stærsta höfn landsins og auðvitað nú þegar? Svo næststærsta í dag og bara í áframhaldandi vexti og þetta búið að vera svona langt ferli á síðasta kjörtímabili þar sem við fórum og vorum bara að ræða við alla hagaðila, bæði þá aðila sem eru með starfsemi á svæðinu núna og einnig þeir sem hafa svona verið að sýna okkur áhuga í gegnum tíðina. Þannig að þetta er ekki einhverjar óskhyggja hjá okkur. Þarna erum við bara að mæta þeirri eftirspurn sem er til staðar og erum svona áætla þörfina til næstu ára í þeim efnum. Þannig að það er bjart framöndan í Fjarðabyggð og loðnan verður vonandi áfram og svo er þetta bara hitabylgja og straumurinn liggur austur og það verður ekkert láta því. Það er frábært að skuli segja það ekki. Ég er að skrifa ævisögu Willard Fiske Ólafssonar á Grindavík og ég er nú gamall úr loðnunni í gamla daga og var í Felsi og Sigga í meðals og var náttúrulega fiskverkandi og að ég er að skrifa sögu þessa manns sem átti báti sem var fyrstu til að frysta loðn út í sjó og loðnurhogg, Grindvíkingi og ég er að skrifa þessa sögu þegar þeir komu úr Norðursjónum, fóru svolítið Nýfundarlands að veiða loðnu og hér komu svona loðnulegs ár. Þannig að sko þessi grein er búin að ganga svona upp og niður og hún er búin að ganga í eitthvað svo svakalega djúpa dali og líka háa toppa en aldrei mistuðu sjónarnar af því að auka verðmætin. Og fyrsta vertíðin sem þeir fristu út í sjó, þeir lentu í alveg ævintýralegu brasi en þeir gáfast aldrei upp. Og þeir fristu 300 tonna hrognum eina vertíðina og það var sko meira verðmæti úr því heldur en með Sigurður fékk fyrir 25.000 tonn að loðnum upp í sjó. Og samt honum hluta því í frystingu líka. Þannig þegar maður horfir tilbaka og heyrir svo þessar fréttir frá Ragga með hvað þeir að gera núna fyrir austan að þetta gull úr sjónum er náttúrulega búið að fara í gegnum marga veldur. Já, og almenningur gerir sér ekki grein fyrir sko þegar loðnuvertíð fer í gang. Sko bara standsetja verksmiðjurnar. Þetta er ótrúlegt sko að fylgjast með þessu sko. Að vera bara að græja verksmiðjurnar, setja allt í gang, raða upp þessum vélasamsetningum öllum og allt virkar þetta alltaf eins og smurt sko. Svo er bara vertíðin búin, þessu pakka saman og þetta er svona dæmi það hvernig sjávarútvegurinn hríslast út allt samfélagið sko. Þarna koma allir verktakarnir að og það er eitt af því sem við eigum í Fjarðabyggð og er ástæðan fyrir því að fjárfestar horfa svona til okkar er að þessir innviðir eru til staðar og urðu til út frá sjávarútveginn. Það verður svo til þess að álvers uppbyggingin gekk svo vel vegna þess að þú hafðir þessi öflugu verktakafyrirtæki sem gátu tekist á við svona verkefni og þau eru núna til staðar og hafa stækkað og elst. Þá þegar að nýjir fjárfestar koma á borðinu, þá sjá þeir það er allt til staðar hérna. Þetta vindur upp á sig. Allt. Og þeir búið þess að gjöfulu náttúru. Já. Þið eru með mörg öflug fyrirtæki, þetta eru Eskja og þetta eru loðnuvinnslan og síldarvinnslan og þannig mætti áfram telja. Já, og við erum með 4 fyrirtæki í Kauphöll. Já. Bara 5.500 manna samfélag sem er með 4 fyrirtæki í Kauphöllinni, ég hugsa að það sé örugglega heimsmet með íbúafjölda og við erum með 3 af 4 stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins, við erum með 3 af 4 stærstu fiskihöfnum landsins. Þannig að þetta er ofboðslega öflugt atvinnulíf og við erum að framleiða tífalt á við aðra íbúa landsins. Ég kom á Rauðkista landsins. Ég kom á Eskifjörð meðan það vertíðin stóð sem hæst og það nötraði allt einhvern veginn í umhverfinu. Og ekki talaði annað loðnu og aflabrauð og skipin biðu þarna við hafnarkantinn eftir að komast inn til dælingar. Þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er gaman.
Talandum sjávarútveg, Morgunblaðið hefur verið að flytja fréttir núna af sjávarútvegsmálum í samhengi við Evrópusambandið og upplýsti meðal annars það fyrir vikunni hvernig samskipti hollenska forsætisráðherrans við hollenska þingið hefur verið háttað. Við höfum líka verið að birta upplýsingar varðandi afstöðu Dana, varðandi afstöðu írskra Evrópuþingmanna og svo hafa menn bent á Þjóðverja, Bundestag, hvernig þeir hafa horft á þetta. Utanríkisráðherrann okkar hefur ekki tekið vel í þessa umfjöllun. Hvernig horfir þetta við ykkur? Þetta var bara mogginn, þetta var allt saman ykkur að kenna. Já, við stýrum hollenska forsætisráðherra. Það hefur heimurinn vitað lengi. Og mér finnst orðræðan vera að fara alltaf meira þarna. Þetta þeir sem að tala fyrir því að segja nei 29. ágúst. Þetta annarkvort erindrekar Morgunblaðsins, erindrekar Sægreifana, Auðvaldsins. Fyrir mér þá þetta farið úr því, þetta byrjaði fyrir nokkrum mánuðum þá áttu að treysta þjóðinni. Núna þetta bara farið í einhverja blammeringar Þetta ekki einhver lýðræðisveisla Þú átt bara að segja já ef þú vilt fá að sjá hvað í pakkanum, annars ert þú bara í einhverja andstöðu við að fara í einhvern könnunarleiðangur. Og þetta bara galin umræða. Við erum að taka ákvörðun það 29. ágúst hvort við ætlum að fara í aðildarviðræður. Og það ekki einhver könnunarleiðangur, það skýr vilji það við viljum ganga þarna inn. Það getur síðan vel verið að við höfnum því, en aðildarferlið sem slíkt gengur út á það við förum að samræma okkar reglur þá þegar við Evrópulöggjöf. En það vantar á það samningsmarkmið ríkisstjórnarinnar inn í þetta. Það nú stóra máli í þessu, finnst mér. Af því það nú reynda sagt í orði að samningsmarkmiðin liggi fyrir. En það ekki að borði, það ekki þingsályktunartillögunni, það liggur ekki alveg fyrir á blaði. Og vegna þess að ef það væri, þá sé ég ekki annað en að þessi viðbrögð sem það nú verið bara núna nokkuð lengi frá Írlandi og við erum svo að heyra þetta frá Hollandi og danska umhverfisráðherra með blöðum í morgun allavega, hvort hann var komið fyrir, ég veit það ekki, og þetta fleiri lönd. En þau eru þetta bara að segja afdráttarlaust að það verði engar undanþágur og Írlandi segja þá, og ef Ísland á að fá undanþágur, þá viljum við fá það líka. Þannig að það einhvern veginn í mínum huga algjör óþarf að opna þetta hlið. Lykilatriði í þessu auðvitað það að það ekki samninganefnd Evrópusambandsins eða samninganefnd Íslands sem ákvarða það hvort að undan þá fáist frá sameiginlegu stefnunni. Það þurfa allar þjóðirnar, 27 að samþykkja þetta. 27 þjóðir. Og þannig komið fram mjög skýr vilji og af hverju ættu menn að láta 400.000 manna samfélag eyjaskeggja norður í Ballarhafi hafa þessar undanþágur við þessa andstöðu? Ég meina nú liggur þetta bara fyrir. Fyrir mér liggur þetta bara fyrir. Það verða ekki varanlegar undanþágur gagnvart sjávarútvegi. Fyrir mér ganga bara þessar yfirlýsingar út á það. Og þá ganga atkvæðagreiðslurnar 29. ágúst það hvort að við ætlum hvort að við viljum ganga inn í Evrópusambandið. Eins og það ekki út frá því hvaða sérlausnir við komum mögulega til með að fá. Þetta gengur út á það hvort að við viljum aðlagast Evrópusambandinu eins og pakkinn liggur fyrir. En geta Íslendingar segja sér svo að menn farið í flókna samningagerð og þetta snýst þetta meira en bara sjávarútveginn. Ef við fáum svo öflugan samning á borðið á öðrum sviðum að gæti það gefa okkur tilefni til þess að afsala okkur forræði yfir sjávarútvegsstefnu Íslands? Ég held bara að ef þú horfir á Evrópusambandið, sögu Evrópusambandsins, þetta gengur allt út á einsleitni. Þannig að ein sérlausn sem væri varanlega á einum stað myndi hríslast allt Evrópusambandið. Þá einsleitnin farin og maður sér núna fjölmiðla sem eru hliðhollir Evrópusambandinu fjalla það í dag að það eigi í rauninni að stoppa allt aðildarferli ríkja. Það eigi núna að fókusera á það að einfalda regluverk Evrópusambandsins þannig að Evrópusambandið geti í framtíðin tekið við fleiri þjóðum. Það eru varnaðarorð sem að koma innan úr Evrópusambandinu í dag og það eru bara óháðir fjölmiðlar sem að fjalla þetta með þessum hætti. Þannig að ég held að ef við ætlum að koma þarna inn eins og við séum sætasta stelpun á ballinu sem við sannarlega erum með þær þjóðir sem að sækja í dag og höldum að við fáum eitthvað allt annan díl heldur en aðrar þjóðir hafa fengið, þá erum við bara á villigötum og þessar kosningar ekki að snúast það. Þau eiga að snúast hvað Evrópusambandið, inn í hvað félagskap erum við að fara, inn í hvað regluverk hverju erum við að framselja þetta á atkvæðagreiðsluna snúast.
Það náttúrulega ekki stærra í sjálfstæðið. Og ég tek nú bara undir hérna Ólafs Ragnar Grímsson á fundinum, þar sem hann segir, sko, og margir hafa fyrir hvað var barist? Ef við ætlum að fara að kasta þessu núna frá okkur. En þá segja menn aftur á móti, en byrju, eru Danir ekki sjálfstæð þjóð, eru Hollendingar ekki sjálfstæð þjóð, eru Finnar ekki sjálfstæð þjóð? Er ekki hóluljómur í því að halda því fram að þessar þjóðir séu orðnar einhvers konar undirsátar erlends eða framandi valds eins og Ólafur Ragnar talar um? Já, við ætlum að gefa þetta frá okkur og við lítum á Evrópusambandi sem samband þjóða sem að dómstólarnir ráða, dómstóll Evrópusambandsins ræður yfir löndunum. Og hérna, við vitum alveg hvaða hættur fylgja því fyrir okkur. Þegar við erum að tala um auðlindirnar, okkar, sem eru mjög eftirsóttar, sem eru svona í stærðar hlutfalli okkar og svo Evrópusambandsins, að þá þær kannski ekki svo stóra fyrir þá. Að við sjávarútvegurinn náttúrulega bara neðstu skúffunni í ráðuneytinu hjá þeim. Þegar þetta náttúrulega bara aðalmáli í okkur. Hvernig ætlum við hérna að hafna sjálfsákvörðunarrétti yfir þeirri auðlind, yfir rafmagninu og verður þá að gefa leið og við erum komin í Evrópusambandi, við krafist þess að komi strengur frá Íslandi til Evrópu. Komast hér í raforkuna. En röksemdir þeirra sem að eru ósamála þessu segja, samningsvinnan mun leiða þetta í ljós. Hvort að krafan verði að það verði rafstrengur, hvað menn meina með sjávarútvegsstefnu og aðeins. Þar til að við fáum samninginn á borðið, þá erum við bara í myrkri um þetta. Já, ég meina, sko, horfum bara á Brexit, hvernig gekk þeim nú að fara út úr þessu. Og við verðum, sko, við verðum að horfa á, þetta er sko vegferð. Ef við klárum hann og við göngum inn í Evrópusambandið, þá ekkert aftur snúið. Höfum það hugfast. Og við erum að fara með auðlindir okkar inn í þetta samstarf og við sjáum ekkert allt fyrir í framtíðinni. Við erum land, við erum eyja sem býr ofboðslega vel af ríkum auðlindum. Við höfum allt til alls. Við búum það vel að við eigum að halda sjálfstæðan okkar, halda öllum möguleikum opnum. Þarna erum við að loka þeim dyrum. Við erum að því og þó svo okkur séu boðnar einhverjar lausnir í dag gagnvart inngöngu í Evrópusambandið, þá eru þær ekki varanlegar. En utanríkisráðherrann segir á sama tíma, við reynda að fáum ekki svör frá henni það hvað það en hún segir, ef við segjum nei 29. ágúst, þá mun það hafa afdrifaríkar afleiðingar, einhvers konar eins og að það lokist einhverja dyr sem að geti skaðað okkur til langframa. Já, ég bara sé ekki hvað það er. Ég bara, mér dettur það ekki, hún verður þá bara að fara yfir það með okkur. Ég fann að reyna að selja okkur með því að segja að vöruverð mun lækka hérna 25%. Það er náttúrulega búið að hrekja það. Það er þetta bara tóm þvæla. Sko. En sko, við höfum samt horft upp á það árin saman. Ég man það rétt, 2016, það afnæmi alltaf tolla á vörugjöld af bara öllum innflutningi til Íslands nema bílum og hreinu kjöti. Það eru bara 90% af landbúnaðarvörur sem fluttur til landsins eru án vörugjöld og tolla. Og akkur sýnir þá bara ekki verslurinn og innflutningurinn það að það sé þá á sambrölu verðu í Evrópu að viðbæti flutningskostnaði. Sú forsenda hefur nú bara legið fyrir frá því árið 2016. Það mun, fyrst það breytist ekki þá breytist ekki með því að þú fyrir með Evrópusambandið. Ég sé það ekki. Nei, og þessi þvæla eins og matvöruverð og annað, sko, þessi umræða hún snýst öll það einhvers konar quick fix lausn á tímabundnum vanda sem er í efnahagsmálum þjóðarinnar. Og við verðum að horfa til sko, komandi kynslóða, eins og forveratnar okkar gerðu gagnvart þessu sem við erum að fara að greiða atkvæði og það erum við ekki að gera með því að horfa á vext eins og þeir eru í dag. Það er tímabundi vandamál sem við erum fullfærum að leysa sjálf. En er ekki stjórnmálastéttin búin að gefast upp gagnvart því þegar hún báði setið á Ef við ætlum að fá sem vextu innan Evrópusambandsins þá þurfum við hvort þeir að gera það ráðstafanir sem þarf að gera. Já. En við okkur, eins og þú segir, okkur skorti kjark til þess. Því miður. Já. Hvernig nú sína kannanir að það verðist vera meiri hluti fyrir því að halda þessum viðræðum áfram? Haldið að það mun eitthvað breytast, þá haldið þessi stóri fundur í byrjun vikunar hjá Áfram Ísland. Þannig að núna verður svona línur kannski vera teknar að skýrast.
Já, mér hefur fundist umræðan, sko, og það var svona ferskur blær hérna sem að kom inn með vikuna með Áfram Ísland og mér fannst þetta mjög svona flottur fundur, ég horfði á hann í streymi. Menn myndu kannski ekki segja Ólafur Ragnars í ferskur blær? Nei, fundurinn var það saman. Það er svo stormsveipur, gamall stormsveipur. Já, akkurat. Og fólk brást alveg ótrúlega við því að hann væri þarna og því sem hann sagði. Var allt brjálað? Það var bara eins og hefði bara myndast biðröð í þjóðarbókhlöðinu að fletta upp í einhverjum gömlum tímarötum til þess að finna einhverjum úrklippur hvað hann sagði 82 sko. Það var alveg galið sko og auðvitað bara sýnir það fram á hversu öflugur og flottur hann var þarna á fundinum og hvað þetta var satt sem hann var að segja vegna þess að fólk ekki að ráðast á innihaldið. Fólk að finna því að hann hafi verið á móti bjórnum á sínum tíma sko. Þannig að ég held að þessi umræða sem er núna og meðal annars af hendi Morgunblaðsins, hún svona að opna augu almennings hvað við erum að fara að kjósa þann 29. Þannig að ég bjartsýnn að þetta falli neginu í vil og ég horfi bara eins og austur sko, þar benda kannanir til þess að 80% austfirðinga ætla að segja nei. Það ekki út af því að við erum svo vitlaus. Það vegna þess að við sjáum það dag frá degi hvað í húfi. Þið segja eins og maðurinn ekki sjá eftir því að segja já. Akkurat. Ég held nú að Ólafur Ragnar Grímsson hafi nefnilega komið sem bara hvítur stórsveipurinn á hund sko. Og þetta var rosaleg ræða. Já, þetta var svaka. Hjá mann á nýræðisaldri. Ég var þarna í salnum og ég náttúrulega langt frá honum í pólitíkinni eins og það var. En Hefur hann færst nær þér eða öfugt? Já, klárlega höfum við færst hvor nær öðrum og ég bara get alveg sagt ykkur það að hann var bara rétt að segja síðust orðin sko því ég fór í síman og sendi honum skilaboð og þakka honum fyrir þessa ótrúlegu ræðu. Ég hafði verið með honum fundi fyrir svona nokkru mánuði síðan og þá flutta svona nokkuð sambærilega ræðu og heillaði mig og marga aðra. En það sem merkilegt við hennar fund og mér fannst merkilegt ekki sem að ég kannski upplifði frekar en þú sem varst heima í streymi að það var bara að vera þarna fysiskt í sama sal með sama áhugamálið sama viljan til að ná árangri í því að koma í veg fyrir þetta og þetta fólk sem var þarna algjörlega þver pólitískur hópur og það alveg ótrúlega merkilegt að upplifa svo fjölmiðla umræðina það á eftir hvað það hafi verið ómerkilegt að þetta fólk hittist. Það eins og okkar afstaða í þessu máli væri ómerkileg vegna þess að við höfðum svona sikkvora sýnina nálgun í pólitíkinni. En það var óheiðarlegt við það? Akkurat. Nei, en það svolítið verið að reyna að skilgreina sko hópinn sem að andstæðinga Evrópusambandsins. Það verið að hamast í því að stimpla okkur og eins og þetta, við séum fulltrúar fjármagnseigenda og þetta bara eintóm vitleysa og það alltaf farið í mannin, það aldrei farið í boltan. Ég meina sjáu þið bara umfjöllurinn eins og Konráð búin að vera með hagfræðingur þar sem hann búin að vera rekja þær tölur sem hafa verið notaðar. Hann á að vera fulltrúar einhvers, bara mjög vandaður hagfræðingur að setja fram vel rökstudd gögn í málinu sem að allir geta farið í og rakið sér niður í og ég vona það umræðan sé að fara þangað og mér fannst þessi fundur og umræðan í vikunni bera svona vott það að við erum að fara í málefnalegri umræðu úr svona einhvers konar TikTok kosningabaráttu. Ein spurning varðandi ræðu Ólafs. Þannig voru enda fluttar 3 snjallaræður. Lára Herborg Ólafsdóttir lögmaður flutti mjög merkilega ræðu út frá svona lögfræðilegu sjónarmiði, Björn Sóeka læknir út frá praktísku sjónarmiði meðal hans heilbrigðis. Já, bara eigin reynslu líka. Já, ég ætla að tala við hann hér á eftir í lok þáttarins þetta efni. En varðandi ræðu Ólafs, það verið seint sagt að Ólafur hafi í gegnum tíðina geislað miklum húmor. Hann hefur ekki verið þekktur fyrir tækifærisræður og mikið skopskinn þó hann sé þungavitamaður í pólitík. Þarna glitti dálítið í svona mann sem hann búin að leysa af sér hlekkina hvað það varðar. Hann skaut í þetta áttir á Þorstein Pálsson og Jóhannu Sigurðardóttur og hann bað nú fundur að minnast þeirra bara eins og að þetta fólk væri allt gengið. Hann virtist njóta sín vel í þessum aðstæðum. Ja, mér fannst þessi bara svona hvernig hann kom inn á þessi orð gagnvart þessu fólki. Mér fannst það bara mjög snyrtilega gert.
og það bara að krydda þessa ræðu. Það var ekki gert á þann hátt sem að ég hef upplifað að við sem að höfum verið andstæðingar þessara stefnu erum að upplifa í fjölmiðlum gagnvart því fólki sem er svona oddun í okkur. Eins og hvernig Ólafur var tekinn í gegn og hvernig fleiri hafa verið teknir í gegn fyrir að bera þann boðskap sem við viljum fá fram í þessum kosningum. Þannig að ég held að það sé bara mjög mikilvægt að allar góða ræður að það er ljómi líka smá glensi. Og við skulum aldrei gleyma því að það nást nú enga framfæri nema að það sé eitthvað smá gleði og við tökum spínlít á og við megum alveg að ráðum framan þegar við erum að tala saman en það má ekki fara í mannin per se sko. Ekki níða fólkið. Ekki níða fólk niður. Ragnar, þú myndist á andstöðu Ólafs Ragnars við bjórin, þannig að margir sem hafa það á samviskunni á sín tíma. Þó líka tíðindi frá Fáskrúðsfirði, Arnar Sigurðsson, sá miklu meistari, hann er að fara úr Kvíarnar og komið með útibú fyrir austan. Það var sannarlega ferskúblær. En er ekki allir ofurölvu út í vegkanti? Jú, þetta bara komið út í tóma vitleysu, hitabylgja og kampari á kantinu. Nei, en sko, það var ofboðslega smart hvernig þetta var gert. ÁTVR boðar þarna að þeir ætla að loka vínbúðinu á Fáskrúðsfirði. Hann sér auðvitað bara tækifæri og opnar þarna, hvað maður segja, lager. Þú pantar í rauninni á netinu og sækir þarna jafnóðum nánast. Frábær þjónusta, hann er að koma þarna inn í kjörbúðinu og styrkir þar að leiðandi rekstur hennar og allir Austfirðingar taka þessu auðvitað fagnandi. Þarna er bara komin samkeppni á þessum markaði. Og með frábæri þjónustu, nýtt vöruúrval og ég er nú bindindismaður sjálfur en ég bara styð þetta. Mér finnst þetta bara frábært skref sem hann er að taka, frábært að fá þessa fjölbreytni inn í þessa flóru og frábært að fá einkaframtakið. Einkaframtakið er miklu eðlilegri farvegur fyrir verslun heldur en ríkisrekin áfengisverslun eða bara ríkisrekin verslun yfir höfuð. Og það gildi bara það lögmál í því að ríki er vonlaust í að reka verslan. En þýðir þetta framtak Arnars ekki að ÁTVR mun aldrei þora að loka versluna á landsbyggðinni hér eftir? Ég vona það að þetta verði bara til þess að sýna fram á það og fyrir mér blasir þetta bara við að þetta skref Arnars sýnir bara það að ÁTVR er bara systím. Þetta er eitthvað sem einkaframtaki er miklu betur fólkið í því að leysa og eina röksendunum fyrir ÁTVR á sínum tíma var að tryggja dreifingu til allra landsmann, halda úti þessum verslunum. Nú er það bara ekkert lengur vandamál og önnur rök voru það að þetta væri svona ákveðið forvarnir að vera ekki með áfengi út allt Nú er það bara út allt, þú getur pantað þetta á netinu, það geta allir orðið sér út áfengi, það er engin forvörn í því. Þannig að þau rök eru bara búin og við Austfirðingar tökum því fagnandi. Við erum náttúrulega ekki sammála þessu. en ég segi bara, förum bara þeir reglur sem eru í gildi. Það er eina sem ég höfð fram á. Ég er bara mjög harður á því að við förum að þeir reglur sem eru í gildi og þá þarf löggjafinn að skýra það. Hann á að hafa það mjög skýrt. Það er í hans hendi að gera það. Og meðan hann breytir því ekki, þá verður bara að fara til þeir reglur sem eru í gildi. Ég er bara þar. Ég hef aftur á móti mikla áhyggjur af því hvernig heilsa Íslendinga eru gagnvart brennivíni og áfengisnotkun og bara síðast í gær á ég löng símtöl við fólk út af vandamálum sem að tengjast neyslu. Og við þurfum í mikill alvöru að ræða þá stöðu sem er uppi vegna þess að við búum orðið við það á Íslandi að það er svo hrein og sterk efni sem er í umferð, að unga fólki okkar og þeir sem ánýta þessum lyfjum, að það kemst á okkur þann stað að þegar leitað er aðstoðar, að þá bara er ekki nánast eiginlega ekki til þekkinga en einn aðstaða í landinu til að taka á móti þessu fólki. Þetta er svakalegi sjúkdómar. Áfengið er mikið böl eins og fíkniefna neysla almennt. Og það er hlutur sem ég held að allir séu sammála að þurfa að taka á. En hér erum við tvær fyrirmyndir í settinu allavega, hvað varðar bindindið og ég held að það sé ekki leiðum að líkjast.
Og þess vegna þurfum við bara, og ég hveti ykkur til þess í þessu þætti að auðvitað bara fara gætilega í þessar umræðu. Já, ég get alveg tekið undir, sko, ég meina við þurfum auðvitað að nálgast vímuefnin og aukna áfengisneyslu og sérstaklega þeirra sem að búa við áfengisvanda að varfærni og ég er alveg sammála að það þarf að auka forvarnir og meðferðarúrræði. Ekkert af þessu snýst samt aðgengi fyrir mér, vegna þess að aðgengi er bara orðið svo auðvelt og við megum ekki alltaf miða allt út frá þeir sem að búa við eitthvað vanda. Það er frelsið er líka fallegt og það er sem betur fyrir þannig að flestir geta meðhöndlað áfengi í hófi og við eigum þar að leiðandi að horfa á þessa tvo hópa. Við getum alveg verið með áfengi í verslunum eins og Finnar til dæmis voru að gera varðandi bjórinn. Áfengisneysla jókst ekki þar vegna þess að aðgengi að áfengi var bara fyrir orðið það gott. Það sjáum við líka eins og í tóbakinu að tóbaksneysla Íslendinga hefur dregist gríðarlega saman á síðustu áratugum, alveg aðdáunarvert. Af hverju gerist það? Þrátt fyrir fullkomið aðgengi að vörunni. Já, en því var samt svona lokað niðri, sko, inni. Fullkomið aðgengi fyrir þá sem að vildu nálgast það. Þannig ég ætla ekki að ríðast. Jú, það má bara alveg gera það. Ég ætla hins vegar að færa talið að öðru tengdu fíkniefnum. Við höfum verið að flytja fréttir af gríðarlega umfangsmiklum fíkniefnaumflutningi til landsins. 2 risastór mál. Þar kemur í ljós að þar eiga meðal annars í hlut menn, eða minnst maður, sem að íslensk stjórnvöld komið að því að koma í skjól frá Albaníu árið 2015 og með fulltingi þingsins var það gert og fulltingi ákveðna fjölmiðla sem fóru algjörlega hamförum í því að tryggja þessum manni skjól í landinu. Hann hefur nú unnið hörðum höndum að því að koma hér 100 kílóa af banvænum efnum inn í landið sem að við vitum að munu leiða til dauðsfalla í landinu. Hvað er í gangi hér? Hvernig gat þingið runnið svoleiðis á þessu bananahýði að vera að hleypa mönnum, ótíndum glæpamönnum inn til landsins, ekki aðeins að hleypa þeim inn í landið, heldur að láta það að hafa ríkisborgararétt. Hvers eiga börnin okkar að gjalda? Mér finnst þetta í rauninni frábært dæmi. Þegar ég las þessa frétt þá hugsaði ég að þetta hlýtur að vera eitthvað miskilningur. Þetta átti að vera frábær þegn og með hreinan skjöld og þannig að ég þurfti að tengja þetta átti bara að vera maður sem var í fullri vinnu og átti tvímælalaust að fá ríkisborgararétt og það er einmitt vandinn við útlendingastefnuna eins og hún hefur verið. Við höfum ekki getað framfylgt henni og ég treysti bara Útlendingastofnun til þess að fara að settum reglum og lögum. Þau taka hvert tilfelli fyrir sig og skoða það og þarna var bara aðili sem átti að vísa úr landi vegna þess að hann uppfyllti ekki reglurnar og lögin og þá fara einstakir hópar og fjölmiðlar og búa til einhverja múæsingu sem verður til þess að við veitum manninum ríkisborgararétt og nánast stilt upp þannig að okkur sé ekki stætt á öðru vegna þess að hér verði bara allt brjálað. Og Útlendingastofnun er algjörlega varnarlaus vegna þess að bara út frá persónuvernd þá geta þeir ekkert fjallað sína meðferð á þessu máli. Þannig að þetta er allt saman einhliða umfjöllun og öllum finnst bara galið út frá því hvað þau lesa frá þessum hópum að við séum ekki að verja þetta fólk, að við séum ekki að veita þeim úrræði og ríkisborgararétt eða dvalarleyfi. Þetta er gallinn. Þetta er bara gallinn. Við erum ekki að fara af settum lögum og reglum í þessu. Ási, þú berð ábyrgð á þessu. Þú komst að þessar ákvörðun í þinginu. Já, ég kom að þessar ákvörðun. Þetta var nú þessum árum sem að ég var nú að byrja þessu útlendingaumræðu og fékk nú bátt fyrir það til að verð. En ég man mjög vel eftir þessu atkvæðagreiðslu þetta mál. Þá var búið að koma þannig máli fyrir í þinginu, gagnvart þinginu, úr samfélaginu, að þar væru bara 63 einstaklingar sem að vera á móti börnum, af því að þarna var börnum svona allt fram, fyrir framan þessar fjölskyldur og það var verið að segja að bara þeir sem ætlaði að koma í veg fyrir því að þessar fjölskyldur fengi að vera hér, að þeir væri þá vondu við börn. En sveiflast þá bara þingið og þú sem ert bara bundin að þinni samvisku samkvæmt stjórnarskrá lýðveldis Íslands, sveiflist þið bara eins og lauf í vindi út af einhverjum brjálæðingum inn á einhverjum fjölmiðlum og einhverjum þrýstihópum? Ég held að örugglega fæstir nokkur hérna inn í þingsalnum þekktu eitthvað til þessa fólks, persónulega, ég á ekki von á því.
En þetta var svona eitt af þessum málum, þar sem það var gríðarlega áhersla á það að þingmenn tækju þátt í þeirri atkvæðagreiðslu og ég vildi þá bara frekar þurfa að gera það með vont bragð í munninum heldur en að hlaupa fram á klósettið eitthvað með atkvæðagreiðsla fram. Ég man hvað þetta var mér þungbært en ég hafði líka verið í miklu slag út af þessum málum og ég bara minna á það að í kjölfarið á þessu máli ári síðar að þá samþykki þingið ný lög útlendinga árið 2016 þar sem ég og Brynjar Níelsson voru tveir einu þingmenn sem voru á móti þeim lögum. En þá voru þröskuldarnir fyrir fólk að koma til landsins á Íslandi lækkað langt niður fyrir alla aðra þröskulda í löndunum í kringum okkur sem var þess valdandi að hingað koma alveg hópar og þúsundir hælisleitenda sem við réðum ekkert við og staðan er ennþá þannig þráttur að það hafi náttúrulega verið snúið upp á þessa atburðarás og henni mætt og bæði núverandi ríkisstjórn og fyrrverandi ríkisstjórn sem að ég tilheyrði nú á sínum tíma var byrjuð að taka á móti að samt sem áður eru lögin ennþá þannig að við erum búin að gefa fólki sem er komið til landsins svo mikið rétt að jafnvel fólk sem er bara við viljum ekki sjá hérna í landinu að við bara eiga enga leiði til að losna við það eða vill ekki fara. Þetta er að gerast enn dag í dag. Þetta hefur gerst með hópa sem hafa komið hér af Gazasvæðinu, Palestínuaraba. Morgunblaðið hefur nú flutt fréttir til þess að þessari mordtilraun í bílakjallara hér í Reykjavík. Það sem að Morgunblaðið bent á það, þar hefur farið mikinn menn með tengsl við Hamas-samtökin. Og það er ekki annað gerð, þingið bregst ekki við með öðrum hætti en þeim að Sigmundur Ernir Rúnarsson af öllum mönnum veður svoleiðis í fjölmiðlinn fyrir að segja sannleikann í þessu máli. Það má ekki tala þessa hluti eins og þeir í raun og veru eru. Og með hverjum glæpamanninum sem hleyptir inn í landið er aukið á óöryggi Íslendinga, íslenskra ríkisborgara sem hefur bara rétt á því að stjórnvöldin í landinu taki ákvarðanir sem að tryggja öryggi þeirra en skerði það ekki. Það verður einhvern veginn að taka í taumana. Fólk saði okkur bara ljúga þegar maður bara segja hvað þið staðafallinu suður. Símhringingarna sem maður var að fá á nóttinni og alls konar hótanir sem maður fékk persónulega. Fólk bara neitaði að trúa þessu. En þetta var svona. Þetta var svona. Og þetta er svona vegna þess að það eru ennþá, við vitum að lögreglan er að kljást við þetta, getur ekki tjáð sig það. Þetta er algjört ófremdar ástand. Já, maður heyrir mörg svona dæmi og einmitt svo er líka bara ótti við það að fjallum þetta vegna svona viðbragðins og frá Sigmundi að þetta er allt saman sprotti út frá einhverju útlendingan. Þessi framganga Sigmundar Ernis, ég verð bara að segja hérna, er honum og verður til ævarandi skammar. Það er óþolandi fyrir fjölmiðla að sitja undir þessu og sérstaklega frá fyrir ritstjóra og fjölmiðlamanni. Því að það verður að vera hægt að tala um þetta og þetta dæmi hér sem við erum að tala um í þessu risastóra fíknarmáli afhjúpar þetta í raun og veru hvað við höfum verið eiga. Absolutt og sko sjáu þið bara mannúðina. Hver er hún þegar fólk fær í rauninni ríkisborgararétt og einhverjum vernd hérna út frá aðgengi að fjölmiðlum með einhverjum hópum? Það er ekkert jafnræði í því. Jafnræði er fólkið í því að Útlendingastofnun fari bara eftir settum lögum og reglum og allir séu jafn. Og þar þarf að setja miklu stífari reglur. Það er allar þjóðir átt að sjá þetta. Þeim þarf þá líka að vera framfylgt. Það er bara að vera misnotað mannúðina með því að komast inn í landið og undirbúa slíka ódæðisverkar sem þessi maður hefur gert. Eitt mál að lokum. Kristrún Frostadóttir, hinn æruverðu í forsætisráðherra okkar, hún fer til Tyrklands, hittir þar Erdogan, einræðisherrann. Hún er leyst út með gjöf sem að menn hringsnúast eiginlega í kringum. Er ekki bara ánægjulegt að við stjórnarráðshúsi í Lækjargötu séu menn vel vopnaðir? Þetta var bara virðingarverð gjöf, flott gjöf og hérna, við erum svolítið gaman að lesa fréttir vegna þess að fjölmiðlar allstaðar eru að fjalla þetta eins. Það er allir í bölvum vandræðum þessi gjöf. Svo eru menn eitthvað að tala um það að gera byssuna óvirka. Davíð heitir ekki bara farið og prófa þetta á skotæfingarsvæðinu? Maður náttúrulega verður svolítið hissa Kannski bara þegar næsti fundur verður haldið hérna þá gefur Kristrún bara öllum sleggju eða eitthvað. Getur verið fínu hugmynd. Hvernig þetta gera hann óvirka? Já, hún kann það. Þetta er auðvitað alveg kostulegt
allan sko okkar heimsluta. En þetta nú bara með þjóð með okkur í NATO, sko. Þannig að við þurfum að svona búa við það. En ég man bara eftir okkur, sko, í Hrekkjalómafélaginu. Við heimsóttum í Seðlabankanum einu sinni og gáðum í ísúlspyrðu og blýanta til þess að naga. Já. Það kannski ekki gott í Evrópusambandinu að fá svoleiðis frá okkur ef við kemur því. En sko, auðvitað það þannig í Tyrklandi þykir þetta svona venjum samkvæmt mjög virðingarverð gjöf og þegar að NATO kemur hingað í heimsókn þá getum gefið þeim hvalatann. Það væri nú flott. Það allt brjálæði í. Eða skutul, það eru okkar vopn. Já, það betra. Ég veit að Kristján myndi vilja leggja það að mörkum á góða NATO-fund. Þetta allt fróðlegt. Það verður spennandi að fylgjast með þessu eins og öðrum málum. Þakka ykkur kærlega fyrir komuna hér í Fréttir vikunnar. Ásmundur Friðriksson gangi vel með skötuveisluna. Ragnar Sigurðsson, bið fyrir kveðju austur. Takk fyrir að bjóða okkur. Takk. Við erum hins vegar ekki hætt, vegna þess að hér handan við hornið er Dr. Björn Sóeka. Hann er forstjóri eins af mögnuðustu sjúkrahúsum heimsins í dag, hefur áður stýrt Karolinska háskólasjúkrahúsinu í Stokkólmi og Landspítalanum. Hann ætlar að ræða hérna við mig afstöðu sína til Evrópusambandsins og af hverju hann ákveður að stíga fram á þessum tímapunkti til að lýsa skoðun sinna því. Fylgist þið með. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Vantar þig bílavarahluti? Á Poulsen.is finnur þú bílavarahlutina út frá bílnúmeri. Velur viðeigandi varahluti og pantar. Við sendum all land. Poulsen.is. Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag. Lexus RX. Komdu og reynslögtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Hingað er komin Björn Sóeka, læknir og forstjóri konunglega spítalans í Ríad. Hann steig fram fyrir þessari viku á fundi samtakana Áfram Ísland og lýsti þar skoðun sinni á stöðu íslenska gagnvart Evrópusambandinu. Það verður að segjast eins og að þetta kom mörgum í opna skjöldu en það hefur Björn dvalið lengi erlendis við að stýra öflugustu sjúkrastofnunum heims. En hann leggur nú orð í belg og mér langar til að rekja þess úr honum gatnirnar það af hverju hann tekur þessa afstöðu og af hverju hann stígur fram í þessu máli. Blessaður Björn. Já, sæll. Eins og ég nefni, þú ert á Arabíuskaganum að reka risastórt sjúkrahús og varst áður í Svíþjóð meðal annars yfir Karolinska sjúkrahúsinu. Nú stöndum við samlandarðinir frammi fyrir þessari stóru ákvörðun lok ágúst og þú leggur orð í belg með afgerandi hætti. Já, það kannski hafa einhverju skoðun á því að fólk sem að vinna erlendis eða búin að búa erlendis og vinna erlendis í meir en 10 ár skulle vera að hafa einhverju skoðun á þessu eða skipta sér að en ég á bæði foreldra hérna og börn og fullt af vinum og mér er fæddur uppalinn hér og átt mjög góða tíma hérna á Íslandi og mér fannst það bara svona vera mín skylda að segja mína skoðun og ég er bara stoltur af því að geta sagt mína skoðun. Fólk verður bara að taka því sem það er. Þetta er mín skoðun og mín reynsla sem ég hef verið að segja frá. Og það kom mér kannski óvart að það skildi vekja einhverja athygli. Ég er bara einn af mörgum sem hef einhverja skoðun á þessu og ég veit það með þann þá svörun sem ég fengið við þessu að það eru mjög margir sem eru að hugsa það sama. Og hvað er það sem þú hugsar þegar að þessi ákvörðun blasir við þar að segja ákvörðun sem að við munum taka þarna 29. ágúst? Já, það eru auðvitað nokkru hluti sem komum upp í huga mér en byrjum á því að segja svo okkur ekki leyfa fólki að kíkja í pakkan og svo ég horfa á það eftir að bæði starfa innan Evrópusambandsins og sé hvernig það var. Ég bjó í Svíþjóð þegar að
þeir gengu í Evrópusambandið. Ég var að reka stærstu ríkisstofnun Íslands þegar við vorum að sækja síðast eða stóðum með þessum viðræðum síðast og sá hvaða fókus þetta tók bæði frá pólitík og annað og einn af ráðherrunum sem ég hafði þá sem heilbrigðisráðherra á þeim tíma hafði töluvert meiri fókus á þetta heldur en að vera að reka heilbrigðiskerfið. Það er margt sem mér finnst að þurfa að laga þó að séu alveg margt alveg stórkostlegt og vel gert á Íslandi en að missa fókusinn yfir í þessar aðlögunarviðræður eða aðildarviðræður eða hvað vildum kalla þetta. Það fannst mér vera svona ekki það besta sem rætt fyrir Ísland. Ég horfði líka á það að ég held að þessar umræðu, þetta fylgist maður mjög mikið með það sem að gerast af því það margar sem eru hérna og þetta er eitt af mínu löndum, Ísland, og ég fættur upp alveg hér, að þá hef ég ekki ennþá séð neitt í umræðunni sem sagt, okkur að fara í allan hasar, hvað græðum á því? Við stöndum svo hrikalega vel þó að séu þetta fullt af hlut sem það er alltaf að laga. Við stöndum það hrikalega vel, ég bara sé ekki, ég hef ekki séð neitt sem vill að sé farið í Evrópusambandið geta útskýrt það eða sagt, ekki fyrir mér en bara svona opinberum vettvangi, hvað við græðum á því. Þannig að ég reyna að vera lókiskur og reyna að sjá, reyna að grafa hvað græðum á því, sko. En nú nefna menn matvælaverð, menn nefna vaxtakostnaðinn sem að heimilin búa við, menn nefna jafnvel orðið öryggismálin vegna þess sem að menn kalla breytta heimsmynd. Já, ef við byrjum með öryggismálin, þá er mín persónulega skoðun þannig að við stöndum í NATO sem er töluvert sterkari heldur en einhverjir her Evrópusambandsins eða einhverjir varnarsamstarf Evrópusambandsins. Það er auðvitað margir stór hluti af Evrópusambandinu er í NATO. Ég líka þessi samningur þessi samskipt sem við höfum haft við Bandaríkin, ég hef alltaf verið tiltölulega jákvæður gagnvart því ég bæði verið að vinna gagnvart Bandaríkjunum og öðrum þó að það komið þetta stjórnmálamenn sem ekki öllum líkar við svona af og til og oftast finnst mönnum alltaf verið blása í kringum það hvað sem er. Ég held að ég get ekkert séð neitt í Evrópusambandinu, ég er með að sjá það bara, hvernig getur það orðið eitthvað hluta af þessu, en það er bara, ég reyna að vera lókiskur í því. Ef við horfum, tökum síðan matvælaverð, ég áttum á því að það er dýrt hérna, maður sér það og ég hef búið það mikið þannig að þetta alltaf verið dýrt. Á móti kemur að eins og hefur verið fjallað þá eru launin töluvert hærri hér heldur en annars staðar. Og ég var líka þannig að þegar Svíþjóð gekk í Evrópusambandið, þá bjó ég í Svíþjóð, ég hafði búið í Svíþjóð í 2 ár þegar það gerðist. Ég hafði verslað inn fyrir fjölskylduna á hverjum einasta föstudegi í matinn fyrir vikuna, sem við höfðum þá bara okkar samkomna milli hvernig við skiptum vinnuna á heimilinu og ég sá engan mun við þetta. Það var auðvitað mikil krísa í Svíþjóð þessum árum, efnahagsleg krísa sem var af allt öðrum orsökum. Ég bjó líka í Svíþjóð þegar að Svíarnir ákveða að ekki taka upp í þjóðaratkvæðagreiðslu, að ekki taka upp evruna. Hún er ekki eins og í Danmörku tengd, sænska krónan er ekki tengd við evruna eins og danska krónan er tengd við evruna. Þannig að þeir hafa nú staðið sér all vel í þeim efnum í sínum peningastjórnun og gátum séð það ef bankakrísan gekk inn yfir 2008-2009 þá komu þeir einna best út af þeim löndum sem var miðað sig við. Ég var að horfa sjálf á mig praktiskan ef maður hefur verið að kaupa húsnæði í Svíþjóð þá eru vextirnir mjög lágir þar. Þannig að eins og staðan er núna með verðbólgu upp á 2% þá er ég að borga 2% vext af húsnæði þar. Þannig að þetta er ekkert með evrun að gera. Ég átta mig ekki alveg á því hvað það er að gera með efni. Það tekur auðvitað okkar sjálfstæði efnahagslegur ákvarðanir frá okkur. Mér fannst eins og þjóðin hefði tekið afstöðu til þess að í raun og veru þegar að ICEF-samningarnir voru þegar þeim
þegar þeim var neitað á sínum tíma og það var ákveðið að við myndum standa fyrir okkar eigin málum á okkar eigin forsendum og þannig að ég ennþá sko ég reyna að vera ekki pólitískur, reyna að horfa á þetta svona, ég segi ekki ískalt því það verður aldrei ískalt þegar að svona en praktískur og þessuna það ástæðan fyrir því að maður horfir á allt þetta. Þannig að þessar megin röksemdir sem að ég legg á borði hér og eru megin röksemd þeirra sem vilja gangi í Evrópusambandið, þú blæst á þau og þú segir að þetta ekki við, þetta séu viðfangsefni sem við leysum með öðrum hætti. Já, þetta er bara viðfangsefni fyrir okkur að leysa yfir höfuð. Þetta er bara allt annað, ég meina, ætla að fara menna að bera saman mataverð hér og þar og svo meðalaun og allt þetta er bara hrærigrautur og við horfum að það. Ég held að við höfum það mjög gott á Íslandi, þau sem eru þar og með það tölur sem maður sér og ég hef fullt ættingum en að þið fylgist með því og eins og ég sagði áðan að það er hluti sem þarf að breyta, alltaf, það er alltaf að bæta þjóðfélag og það er sama, ég sé það mínu rekstri og spítalum annars þar, það þarf að breyta, það þarf alltaf að breyta, annars verður ekki betri. Evrópa er auðvitað líka samsett af mörgum ríkjum og þó að menn segja að hér sé þetta að gera hluti betur með því að ganga inn að þá er þetta staða sumra Evrópuríkja mjög báborin, ekki síst austantjalsríkjana gömlu og þeirra ríkja sem eru að sækja inngöngu akkurat núna á þessum tímapunkti. Jú, maður sér það, þetta er auðvitað mjög mismunandi og í öllu svona Evrópusamstarfi sem er jafnvel Evrópusambandssamstarfi þá sér maður það að þau standa verr, þessi austantjalsríki, þau standa bæði verr og eru miklu þiggjendur af bæði þekkingu og svo sér maður samkvæmt tölum af peningum líka, þannig að maður skilur það, þau þurfa öðruvísi hjálp, þau þurfa öðruvísi strúktúr. Þú stýrðir auðvitað Karolinska sjúkrahúsinu eins og ég nefndi hér inngangi sem er einhver virtasti spítali í Evrópu og í heiminum í dag. Hver er reynsla þín af Evrópusambandinu þeirra áttunum? Þú hlýtur að hafa velt fyrir þér eða haft snertifleti við Evrópusambandið í ljósi þessu umfang sem að þú fórst fyrir? Algjörlega, ég var á tímabili formaður samtaka evrópska háskólasjúkrahúsa. Ég fór þó nokkra ferðir til Brussel til þess að hitta þar embættismenn og fór ég kannski með svona öðrum helsta forvísmanni evrópska háskólasjúkrahúsins tíma sem er ennþá núna sem var þá og er ennþá núna framkvæmdastjóri eller forstjóri Charité sjúkrahússins í Berlín sem er eitt virtasta sjúkrahús í heimi líka og við fórum hana tveir með eitt starfsmann og hittum Evrópusambandið til að reyna að þoka málum sameiginlegum málum áfram sem gerðist mjög hægt og þá ákveðum við að bara mæta hann oftar og mættum nokkrum sinnum til Brussel og hittum oftast þar annarkvort ráðherra heilbrigðismála eða embættismenn sem næstu því og þau voru alltaf einhverju 20 manna fundir með okkur sem segja þrír frá okkur og síðan einhverju 15 manns frá hinum. Það kom ekkert út úr þessum fundum, kom 0 út úr þessu. Við áttum einu sinni óformlega fund með æðsta stjórnanda Evrópusambandsins sem gaf embættismönnum sínum fyrirmælum að ýta við ákveðnum hluti sem vorum að ýta áfram í samstarfi sem ég ætla ekki að vera að nefna núna því þetta er ófrágengið ennþá. Embættismönnum vorum að gleyma þessum fundi að því að hann voru óformlega voru hvergi skráðu bara 2 mánuðir seinna Þannig að við komumst, allt sem við gerðum var án Evrópusambandsins og ég segi ekki við gáumst upp, við reyndum að hafa áhrif á stefnu. Eina skipti sem þeir hlustuðu aðeins á okkur, ekki algjörlega, og það var í COVID. Þá komu þeir, ég segi ekki á 4, en komu svona til okkar og báðum smá ráðgjöf eða okkar skoðun á hinn og þessu og svo til að byrja með þá hlustuður aðeins á okkur en svo tók pólitíkin yfir eins og allir vita þess að COVID-stefnu Evrópusambandsins eða ríkjana eða hvað sem var. Við vorum mjög svektir í COVID þegar að við í Svíþjóð erum þar og við erum í Evrópusambandinu. Við kaupum grímur og annað sem við þurfum, einnotadót sem við þurfum. Það er sett í vörubíla, ég held að hafa verið að kaupa þetta frá
einhver af svona mið-Evrópuríkjónum, en eina sem það gerist þá, við erum með Evrópusambandinu, opið markaður, að við landamæri Þýskaland svo þetta allt stöðu og gert upptakt. Var það Evrópusambandið sem gerði það? Já, það var Þýska ríki sem gerði það. Þráttu við værum með Evrópusambandinu og allt var ætti að flæða jáft á milli. Var það til þess að þeir getu nýtt þetta? Til þess að þeir getu nýtt þetta. Það var svo mikil já, sko, það var svo mikið eymd í kringum það vantaði svo mikið. Það var ekkert að fara að senda það á landi, sko. Þeir réðu ekki við þetta? Þeir réðu ekki við þetta. Svíarnir voru mikið meira hvað að segja, fóru mikið meira nær eftir þessum reglum að skipta jáft á milli Evrópusambandsins. Við vorum með ákveðið lyf, svefnlyf sem notaði þegar fólk sett í svæfingavélar í COVID og það var framleitt 500 metra frá kanadska sjúkrahúsinu. Og við fengum bara okkar skamt, sko. Ja. Allt hitt var sendt til Evrópusambandsins, innan Evrópu. Fengu ekki hlutfallslega meira, þó að þetta væri þarna? Nei, við lentum oft í því að það var skortur á þessu, sko. Þráttur þetta, ég gæti hort á húsið þar sem þetta framleitt, frá skrifstofunum minni. Og svo flutt úr landi? Svo bara flutt úr landi. En þessi lýsing þín á þessum samskiptum við þessi æðstu embættismenn og viðbröðum við breytingu sem þið voru að kalla eftir, þetta eins og svona einhvers konar lamandi hönd ríkisvaldsins. Það sem Draghi skýrslan vitnar í sambandi við samkeppnishæfni og dvínandi hreyfanleika kerfisins? Já, það er hluta því, sko, en núna, jafnvel núna þegar ég að vinna í Sádi-Arabíu þá ég í samstarfi við ákveðin samtök og annað svona sem eru hluta til Evrópu og flest þessi samtök horfa á, fjölþjóðleg samtök horfa svona hvað sem Evrópu sem að dragast aftur úr og lítið að gerast. Ég var líka á fundi í Genf þegar var aðalfundur hliðin á, sko, það var World Economic Forum sem hefur svona heilsufund á sama tíma og Health Organization var með sinn aðalfund og þar kom Sigrid hrósandi maður og kynnti nýja stefnu Evrópusambandsins í gervigreind, AI in Healthcare. Og fyrir utan það hvað tiltölulega óskiljanlegt orðasalat það var boðið upp á, þá var þetta mest upp á það bara að stoppa allt af. Og þá stóð ég faktisk upp á þeim fundi og ég má ekki vitna í aðra þar, en ég sagði svona, America innovates, Europe regulates. Þeir stoppa og það mun þá bara halda áfram að keyra fram úr þeim, sko. Því það ekki verið að stoppa annars staðar, það gengur hratt yfir. Það sem var líka bent á í þessum formála var það að reglugerði sem hafa verið settur persónuvernd og annað innan Evrópusambandsins hafa haft svo góð áhrif á heilbrigðiskerfið og þessi gott að setja strúktúr og festu og þetta fyrir hönd sjúklingana. Þó ég bara fullyrti það vegna sem ég var að vinna í Evrópu þegar þessar reglugerðir voru settar upp, að það ekki einn einasti sjúklingur sem haft gagn að þessu reglugerðum nema kannski þvert á móti, sko. Þannig að ég segi það virðist vera mjög mikil stefna hjá Evrópusambandinu, finnst mér, í heilbrigðismálum. Það er það sem ég tekki til. Það er computer says no. Það er bara, við bara setjum einhver reglur þetta til þess að því við þekkjum þetta ekki nógu vel, við þurfum aðeins að halda okkur að fundum þetta og skoða þetta og þá er bara allir komin langt fram og það sér maður svo hrikalega í gervigreindinni. Ég er reyndar í stjórnum tveggja fyrirtækja, annað sem skoðaði Bandaríkjunum og hitt í Svíþjóð það sem inn í gervigreindin og þar maður að fylgjast með þessu, þannig að ég veit nákvæmlega hvað að gerast í þeim efnum og heyri hvernig er talað og það ef þú fyrir að fundum gervigreind í heilbrigðismálum í Evrópu þá eina fólki sem hefur eitthvað fram að færa þar er fólki frá Bandaríkjunum. Eins og OpenAI sem ég er búin að hitta helstur á þann mörgur sem á svona fundum núna síðasta hálfárið, sko. Þannig að ég held að þetta verður hamlandi fyrir okkur
Og þú ert þeirri skoðun miðað við reynsluna frá 2009-13 að þetta verði hamlandi fyrir okkur alveg frá því að við segjum já og förum í aðelda viðræðuna. Það sé skurðpunkturinn sé í raun og veru ekki loka þjóðaratkvæðagreiðslunum það hvort við að ganga inn eða ekki. Já, ég meina, ég bara sé engan tilgang það að við vitum hvað við fáum í Evrópusambandið. Akkur ættum við að fara í viðræðum að fara inn í Evrópusambandið þegar við erum þá að biðja að fara inn í Evrópusambandið. Við vitum hvað við fáum. Men akkur eru að fara allar þessa leið og eða allar þessa tíma, allt þetta, ef við vitum það, við viljum það ekki. En þeir fullir það ráða mennirnir að þetta snúist það hvað undan þá við getum fengið fyrir sjávarútveg og mögulega landbúnað og þess slags ákvarðanir og að ef að þeim skilurðum verði fullnægt að þá sé full ástæða til að fara hraðbyrja þannig. Já, ég þekki það ekki nógu vel sko, en ég held að sé ekki mikið undan þá sem þjóðir hafa fengið sko. Það minnst ég þekki enn og aftur hvernig þetta var í Svíþjóð. Undan þá sem þeir fengu var það þeir með að hafa tóbaki í vör sem var bannað mörgum öðrum stöðum sko, eða nikotín í vör. Og þessar áhyggjur sem þú lýsir, það lúta ekki að auðlindunum eða slíku heldur hvernig kerfið... Já, ég raun og veru, ég meina ég að reyna að vera praktiskur og sjá hvað gagnum við höfum að þessu. Við vitum það þó við höldum, þó kannski verðum sem Íslendingar svolítið svona yfirmóta kókhraustir þá fullt af hlutum sem hafa gerðir ofsalega vel hérna þrátt fyrir að vera ekki í Evrópusambandinu og ég sé bara minna hlutum sem gerðir ofsalega vel annars staðar sem innan Evrópusambandinu og ég held að það myndi leggja eitthvað svona millustein á þjóðfélagið, það bara mín svona praktíska reynsla og ég meina af hverju vera að fara inn í viðræður það sem þú veist nákvæmlega hvað þú færð. Ok, þú færð kannski einhverja sem reyna að koma okkur inn að því menn vilja auðvitað komast, ja, ég meina ekki segja auðvitað en líklegast, maður veit ekki hvað ég hugsa, að bara segjum fiskinn, kannski námannið, ég veit það ekki, það er ennþá óljóst. Ég meina, það er klárt að það verði einhverja tímabundnar undanþágur og svo við erum bara svo smottir í sem hluta af Evrópu það myndi bara vera, ég segi ekki tekið frá okkur en einhvern veginn svona myndi það þinnast út. Þeim tekst ofta að valta yfir stærri ríkin, hvað þá smáu ríkin? Já, algjörlega. Þeir einu sinni þá bara svona dæmi það þegar að hérna Brexit varð þá í evrópsku hérna háskóla sjúkrahúsasamtökunum sem ég var þá hérna forseti við tvö tímabil með að segja 2 ólík ár sko. Þá vorum við með hérna erum með þú veist ennþá hérna einn stærsti háskólaspítalinn í London, Kings og fólki í Brussel sagði þeir eru farin út úr Evrópu, þeir eru ekki hluta af Evrópu lengur, þeir verða að vísa þeim úr samtökunum sem við gerðum ekki. Þið létu ekki segjast. Nei, við gerðum það ekki. Nei, við vorum bara standandi hissa, þetta er samstarf. England er hluta af Evrópu, þetta var bara og það er saman hvað gott kemur innan Evrópu. Þeir reyndu að gera Bretunum allt til miska náttúrulega þessi ákvörðun. Já, ég meina þetta var bara svona eitthvað memo sem þeir höfðum að þetta reyna að hafa áhrif á okkur með það. Segðu mér, Björn, þú hefur rætt hérna áður á þessu vettvangi við mig spítalana sem þú stýrir í Ríad. Það hefur mikið gengið á í Mið-Austurlöndum eftir að stríði í Íran bröst út og annað. Hvernig gengur að halda þessum miklu og stóra spítala gangandi gengur vel? Það gengur ótrúlega vel. Ég var einmitt að ræða þetta við ráðamenn þar sko, það er ef við bara horfum að töluna því ég er alltaf að horfa á tölur ef við horfum á tölunni hjá okkur þá er skona núna hvað sé að síðustu mánuði þá er svona sem eins og Tómas og svo áhrif af öllum góðum hlutum sem við verðum að gera sem hafa bara komið út í ótrúlega fínum tölum sem við höfum náða að laga eins og lengd sjúkrahúslegu dánatíðin eftir helstu aðgerðir það er bara þessu tölur sem eru núna voru bara allt í lagi áður en eru bara algjörlega frábæra núna þannig að það gengur alveg ótrúlega vel stríðið er þetta sorglegt og hefur gert fólk óöruggt hefur ekki haft áhrif á okkur þannig séð þetta gera það að verkum stríðið að fjárhagurinn er mjög erfiður
En tekið á honum af festu sem ég bjóst ekki við þannig á þessu svæði en það er þannig að það tekið mjög stíft á því en spítalinn gengur ótrúlega vel, mikið betur og hraðar heldur en ég vonaðist til. Þegar maður kemur hann og sér maður ákveðna stöðnun, ákveðin kultúr sem hef bara, en ég fann það líka, það er ákveðin framsækni sem þeir vilja komast í, en það er þetta skrefið sem oft erfitt það, við ætlum bara að gera það. Þetta er eins og ég hef sagt frá áður að þegar mér finnst vera stopp, þá fer ég inn á skrifstofunum minna í bólið minn, græna bólið minn, frá Nike sem stendur á Just Do It. Og það hefur gengið ótrúlega vel. Og þeir gerðu það með þinni aðstóð í þessu tilviki? Já, ég meina við bara sjáum tölurnar hafa verið óbreyttar eða verri eða niður á við þangað til að núna fyrir 2,5 ára síðan sem byrjum á þessu. Og sko þér góðs gengis áfram í þessu verkefni og fáum að fylgjast með. Takk fyrir. Takk fyrir komuna. Takk. Það var ekki meira á vettvangi spursmála þennan föstudaginn. Við þökkum ykkur fyrir samfélgina og hlökkum til að vera með ykkur hér að viku liðinni.